í nútíma samfélagi rosalega mikið gert úr því hvað einstaklingurinn skiptir miklu máli, hvað hann central í samfélaginu. Hans réttindi, hans tækifæri, hans eigur, markmið og slíkt og þetta standa á eigin fótum rosalega sterkt í nútíma samfélagi. En þá spyrjum við okkur, það að ýta undir þessa bylgju einmannlega sem við erum að sjá í nútíma samfélagi? Erum við að hugsa nógu mikið okkur sem hluti af samfélagi? Já, klálega, og það eitthvað sem að bara virðist vera nokkuð augljóst að það eins og segir faraldur einmannaleika og bara með öllum tilheyrandi alvarlegum afleiðingum, andleg heilsa í botni og kannski fleiri afleiðingar sem við höfum bara náðum ekki alveg utanum. En alvarleiki einsemdar og einstaklingshyggju auðvitað hefur fulla trú á réttindi einstaklingsins og mikilvægi hans og kristnin mjög skýr með það að einstaklingunum skiptir máli og skiptir í rauninni mjög miklu máli, klálega. Við mjög mikið verið í Guði, en samfélagslega hugsunarhátturinn skiptir jafn miklu máli. Og það svolítið það sem ég held að við viljum menna, að það þessi voga kannski pínu ójöfn. Við erum ekki að tala fyrir þú veist, ég meina í Japan til dæmis, land sem svolítið öfugt, þar einstaklingunum bara svolítið lítillækkaður og ákveðin fórn og á fórna sig fyrir samfélagi sem mjög falleg hugsun, en getur líka farið í öfga. Og við erum ekki að tala fyrir því endilega, bara svona til að fólk fatti hvað að fara, en einsemd sem slík og einmannaleiki svo alvarleg og svo slæm og mjög slæmar afleiðingar að það jafnvel guðfræðingar, ekki kannski guðfræðingar en jú, hugsaðir hafa lýst helvíti, að tala helvíti ekki sem raunveruleika, en bara svona þetta hvað svo slæmur einmannleiki að helvíti geti jafnvel verið sársaukalaust, bara þannig sé friður og þú ert ekki með líkamlega sársauka, þá bara í lagi með það, þú átt hús og lóð og landsvæði, en þú býrð einn alltaf að eilífu einn með þörf fyrir samfélag en samt einn, og það bara trúið ekki að helviti sé í álfunni svoleiðis, hvort sem það og við getum spjallað helviti seinna og eilíðina, en bara það nægir svolítið utanum, finnst mér, hversu slæm einsemd og hversu mikið við erum ekki sköpuð fyrir það. Og bara for clarification purposes, að við erum ekki að tala það að þú ert introvert, að þá þú veist að þá bara eitthvað þú glataður en við erum að tala þetta að þú veist, það allt í lagi að vera introvert og það allt í lagi að vera extrovert, en það sem þú veist, það sem alvarlegt það að það ekki verið að mæta okkar félagslegu þörfum, skilur, að við höfum bara sem manneskjur þá höfum við þörf fyrir annað fólk, við höfum þörf fyrir einhvers konar mannleg samskipti og mannlega snertingu við samfélagið. Og það þessi svona, ég ætla að segja meira. Nei, það bara þessi upphafning á einstaklingunum yfir samfélagið sem að við sjáum að skaðleg. Akkurat. Og eins og snert á, raunin svo, og það svolítið það sem við ætlum að fjalla í þessari 5 þátta seríu, að við erum félagsverur. Við tölum mjög mikið það í þessum þáttum hjá okkur, að við höfum þörf fyrir Guð og við ættum að leita hans og hann elskar okkur og allt það. Stöndum alltaf á því, en það sem áhugavert og magnað það og í rauninni ótrúlega auðmjúkt af Guði, það þegar Guð skapaði okkur, þegar hann skapaði Adam og Evu og sem við túlkum sem svona mögulega allavega einhvers konar ljóðræna frásögn, en persónulega trúi ég samt að Adam hefði verið raunveruleg manneskja og Eva líka, allavega það raunverulega, en þegar Guð skapaði mannin, minnsta kosti, karl og konu, eða fyrst skapaði hann Adam og hann sagði þetta ekki gott, það að segja að hann sé einn, og það mjög auðmjúkt af Guði að bara eitthvað ég nóg fyrir þig, skilurðu, en þú þarft samt meira en bara mig.
Þannig, hver erum við að halda að við í dag nokkur þúsundum eða nokkur milljónum eða hvað það er árum seinna að halda að við getum bara verið sjálfum okkur nóg fyllilega. Það er það sem að er skalegt og það er það sem að særir okkur sjálf. Það er uppi stæð. Og það er líka það sem við viljum leggja áherslu á og svona það sem ég vil að þú takir til þín ef að þú horfir bara til dæmis á þennan eina þátt að byrjun á svo saman er það að áttir sig á því að maður er ekki endilega nóg að stór hluti af því að takast á við einmannileika er það að átta þig á því að þú ert einmanna. Þú þarft fólk í kringu þig og það er einhver þörf sem að þú ert ekki að uppfylla eða það er ekki verið að uppfylla í þínu lífi. Og í næstu þáttum hér á eftir ætlum við að tala um þetta. Við ætlum að tala um þörfina, við ætlum að tala um gildi þess að eiga samfélag, en við ætlum líka að tala um praktíska þætti eins og hvernig það lítur út og já, hvernig maður fer á stað í það að mæta þessari þörf. Einmitt, og kannski slá aðeins til að breytum aðeins af venninu og gera aðeins persónulegri. Já. Deilum okkar pælingum og okkar óspennandi sögu hvernig við kynntumst og allt það. Já, svolítið svona hvernig þetta kombo var til. Já, fylgist með næstu 4 þáttum í öðruvísi vídeoformati núna en venjulega. Já. Eins og fólk kannski spottar ef það er að horfa á okkur annars þar en á Spotify. Já. Nei, við fyrir ykkur sem ekki vitið, þá erum við líka á YouTube núna og erum að vinna í myndgerð, skulum orða þannig. Það er en does the job í bili. Does the job. Við póstum mynd af setupin okkar á einhverju samfélagsmiðla því ég hef persónulega mjög gaman að þessu. Já, svolítið litríkt. Þetta er svolítið litríkt. Svolítið litríkt og danst innan. Þetta er danst. Heia Darge. Ég ætla að segja heia Norge en já. Sjáumst í næsta hætti.